Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi á nýju ári 2017, 2. janúar. Og við erum alltaf að fara í gegnum árið og hvað framundan í hinum af þessum íþróttum. Og núna að þessu sinni ég komið með formann Borðtennissamband Íslands, Ingimar Ingimarsson. Heill og sæll félagi og gleðilegt ár. Já, gleðilegt ári. Hvernig hefur þú það? Bara gott, takk. Það má segja að árið 2016 hafi verið ansið viðburðuríkt hjá ykkur eða ekki í borðtennis? Jú, það var gott ár, mjög gott ár. Og já, það kannski helsta svona sem að tóka eftir eins og í vor að þá voru að tala í liðakeppninni, það var bara ottaleikur og læti. Já, það var spennandi keppni í fyrstu deild karla. Víkingar eins og svo mörg ár þar á undan tóku titilinn. Já. Það voru vel aðeins komnir. Já. En já, svo erum við alltaf með svona, já, ansi efnilegt fólk sem alltaf að stígu upp í borðtennis, eða ekki? Jú, deildakeppnin núna í ár hefur verið frábær. Í fyrstu deild karla þar eru 6 lið og ólíkt því sem var kannski fyrir 5-10 ári síðan. Já. Þegar KR og Víkingur voru að berjast titlana. Þá stíði upp félög eins og HK, Tímon, Samir í Akureyri, BH í Hafnarfirði. Og núna í fyrstu deild eru lið frá BH og líka frá HK. Já. Sem gerir deildina mjög spennandi og skemmtilega. Og fyrstu skipti núna í langan tíma sem að Víkingur hefur tapað leikjum í deildinu. Þannig að má þetta segja jafnast meir út núna? Já, það er komin trappugangur. Það er bara mjög heilbrigt fyrir íþróttina. Við erum með ofsalega flottan grunn, ungra stráka og stelpna sem er að keppa innbyrðis. Það er spennandi keppni núna í náttúrulega öllum flokkum sem gerist að sjálfu sig þegar félagum fjölgar. Já, nákvæmlega. En það má segja að sko ef maður lítur á svona viðburðardagatali hjá ykkur bara yfir, já, núna þetta tímabil, það er alltaf eitthvað að gerast hverja einustu helgi. Já, það er þannig í íþróttinni að hluti af því að taka framförum er að keppa á mótum. Og þetta er ekki einstæðan á Íslandi, heldur er þetta líka svona í öðrum löndum í borðtennis. Og stór þáttur í því að fara fram er að keppa. Þannig að þú æfir ekkert íþróttina öðruvísi að fara í þar aðstæð, dýnamískar aðstæðar í keppni. Já, ok. Æfir þess að milli það sem þú ætlar að keppa í. Þú skilur hvað er að fara. Já, nákvæmlega. En það er kannski ekki allir hlustundur sem áttar sig á því að borðtennis, þetta er ein stærsta íþrótt í heiminum. Já, stærsta íþróttin í Asíu og gríðarlega vinsæl á Norðurlöndum eins og í Svíþjóð og Danmörku. Íþróttum Danmörkur einu sinni var borðtennismaður. Já. Sem náði í 8. úrslit, í undanúrslit á heimsmeistaramóti einu sinni. Og mjög vinsæl íþrótt líka í Frakklandi. Þetta er ein helsta sjónvarpsíþróttin í Þýskalandi. Já. Og Portugal er núna Evrópumeistari í liðakeppni, stór íþrótt þar. Og já, allir við sem ekki einna minnst hér á Íslandi. En sem samverið við Evrópuþjóðar. Já, við erum líka kannski ekki með mikið fjölda. Nei, en hann er að aukast rosalega núna þessi missinni. Og við erum að fá til okkar yngri ykendur sem er forsenda fyrir það betri árangri þeirra sem eldri eru. Og eins og núna í janúar þá verður ef við byrjum árið á æfingabúð fyrir stelpur á Hvolsvelli. Björgur Reynisson stýrir þar frábæru starfi hjá Díma og það fer stúlkna sveit frá höfuðborgarsvæðinu og víðar í æfingabúið þar. Ok. Og núna rétt fyrir jól þá voru æfingabúðir undir handleiðslu Nils Peter frá Danmörku fyrir þá unglingan okkar.
sem eru þá að byrja undirbúning fyrir unglingalandsliðsverkefni næsta sumar. En svo það ekki svona, það eru nokkuð stór mót, það ekki hjá okkur bara núna í janúar, það ekki þetta alltaf Reykjavík International, það ekki alltaf svolítið svona hápunktur eða? Jú, í janúar. Það sem að gerast í janúar hjá okkur, það fyrst þessu ræðingabúð hjá stelpunum, svo deildakeppnin í BH 14. janúar, svo landsdómarnámskeið undir handleiðslu Árna Sínsa 21. janúar, hvet allar til þess að taka þátt þar. Landsliðsverkefnin líka byrja, bæði á karlalandsliði og unglingalandsliði, safna saman hópunum og farið í verkefnin næstkomandi sumar með þau sem eru ofsalega spennandi. Og svo Reykjavík International sem að Víkingur hefur borið hittar á þungan af síðastliðin ár, núna í lok janúar. Já. Og svo í framhaldi af því eru þessi verðinu mót, Grand Prix mótaröðu, unglingamótaröðu og stífar æfingar hjá öllum fyrir Íslandsmótin sem í mars. Já. Það svona, hæsti eða svona mesta álagi á bortennismönnum, það þá þarna í kringum mars og apríl? Já, fyrir hvert að sumi hverju undan að það rosalega mótar hérna í lok febrúar og allan mars mánuð. Það rosalegt álag á krökkunum og sem sýnir hversu ríkar sjóð við eigum að þau eru öll í námi líka og eru sem hver að keppast sæti í karlalandsliði líka. Þeir standa sér vel, krakkarnir okkar. En það má segja, það náttúrulega stunda bortennis, ekki nauðsynlegt að hafa bortennisborð, maður sér að bara ef maður fer í hvaða félagsmiðstöð sem það bortennisborð, þannig að það svona, þannig sé kannski fleiri iðkendur en talið. Jú, það vil stila bortennis á vinnustöð og öllu félagsmiðstöð, eins og það segir. En það sem við þurfum að gera í PT, það að ná betri tengingu við félagsmiðstöðunar, við grunnskóluna og gerum það næsta ári með því að endurvekja grunnskólamótið en þá með öðru sér sniði. Núna verður þetta þannig að það verður bara leitað að bestu fimmunni, við kallum það þannig. Já. Það verður leitað að besta stráknum og bestu stelpunni 10 ára í 5. bekk. Og svona fyrsta árið þá ætlum við að byrja bara á höfuðborgarsvæðinu. Þetta verður þá gerni grunnskóluna á því svæði og vonandi næsta ára eftir getum við haft þetta landin öllu. Þannig að það svona ákveðin afreksstefna í gangi? Já, það stíf afreksstefna í gangi. En svona í lokin árin ég sleppti svona, ef þú lítur tilbaka yfir árið 2016, hvað fannst þér svona standa helst upp úr árinu? Það uppgangurinn. Það fjölgun félaga, það fjölgun iðkenda og meiri keppni milli félaga og milli leikmanna í einstaklega félagamyndlis. Það stendur svona upp úr. Og líka Daði voruð Íslandsmeistari fullorðina, hann var núna valinn íþróttamaður ársins og vel að því komið ásamt Guðrúnu Björnsúr KR. Við þóttum vænt að sjá hann taka þann titil. Ingimar þakkaði kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara gleðilegt bortennis ár 2017. Já, takk sem leiðis. Bestu þakkir. Já, bless. Já, það þetta að kíkja inn á bortennis.is, það þetta að sjá allt það helsta sem framundan hjá bortennissambandinu og félagunum þar í kring og endilega kíkja á það og fara að æfa bortennis og skrá sér miðkanda því að það veitir nú ekki að því að það ábygglega margir stórmeistara sem leynast hér og þar í bortennis. En hann koma sér hérna fyrir í stúdíunum, hann Þórir Ólafsson, fyrirhandi landsliðsmaður í handbolta og við erum að fara að taka aðeins fyrir hitt og þetta handboltan, farið ekki langt. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Rafræni reikningar, innheimtukerfi, tilboðskerfi, pantanakerfi